Já, komið þið sæl aftur, Pétur Axelsson hérna. Ég ætla aðeins að fjalla núna mat og vatn. Það hefur verið, mannkyn eiginlega undir eiturefnaárás. Það liggur við að setja að kalla það helför. Það eiturefna helför í gangi. Það maturinn sem við erum að borða, gosdrykkirnir, nánast allt. Ef þið farið yfir stórmarkaðinn hjá okkur, þá eiginlega bara 80% af því sem þar til sölu stór skaðlegu matur, fullur af aspartein, fullur af alls konar eitri og sulli. Aspartein stórhættulegt efni. Það sætuefni sem framleitt úr bakteríum, það bakteríur sem framleiða það, þetta kúkurinn úr bakteríum, og bakteríurnar að borða toxic waste, eiturefna úrgang, sem gæti verið allt í lagi. Það getur vel verið að finnist bakteríur sem geta borðað eiturefna úrgang og út úr því komi heilbrigðismatur. En út úr rannsóknum á þessu kom í ljós að þetta var gríðarlega krabbameinsvaldandi sætuefni. Þeir til dæmis þurftu framleiðendurnir á þessu, þetta hét Nutrasweet og ég veit ekki hvað þetta hét fyrst. Þeir þurftu þrisvar sinnum að reyna að fara í gegnum lyfjaeftirlitið með þessa vöru, af því að það var strax þá vitað að þetta sætuefni ylli krabbameini og alls konar öðru ógeði. Þetta sætuefni finnur ef þú ferð að leita eftir því í stórmarkaðnum hjá þér, og þetta kemur undir mismunandi nöfnum líka, þeir eru alltaf að skipta nöfn, þannig að fólk áttu sig á því hvað að borða. En til dæmis all tyggigúmmí í stórmarkaðnum hjá þér, allt þegar maður að koma upp á kössunum, það nánast öll sú deild full af aspartein. Gosdrykkirnir nánast allir uppfullir aspartein, og meira að segja það full viðurkennt núna að í Pepsi-drykk, eða í einhverjum af þessum gosdrykkjum, þar fóstur, líkamsleifar af fóstri notaðar til að gera bragðefni sem síðan blandað út í Pepsi-drykkinn okkar og út í gosdrykk. Það eru til töluvert af bókum sem liggja eftir hugmyndafræðinga elítunar. Hugmyndafræðingar elítunar, elitan vill fækka mannkyni niður í 500 milljónir. Við erum 7-8 billjónir núna. Það þýðir að þeir eru að pæli því að eyða 90% af mannkyni. Og þeir hafa sagt opinberlega, þeir hugsa sér að gera þetta í gegnum mat, læknisþjónustu og bóluefni. Þannig hafa þeir hugsað sér að framkvæma þessa fækkun á mannkyni. Þessi efni sem verið að setja í bæði mat og bóluefni eru líka komið veg fyrir að þú getur eignast börn, koma í veg stórskaða frjósemi, bæði kalla og kvenna. Og síðan til dæmis í öllum plastbrúsunum og plastpakningunum og öllu því drasli, það allt saman fullt af bisphenol A efni. Og þegar við borðum það, þá þurfum við ekki annað að fara í sund og sjá þar fullvaxta karlmenn með frábærlega falleg konubrjóst. Þetta bisphenol A í matnum. Og það sem gerist við þetta bisphenol A sull, það þýðir að karlmenn verða meiri konur og konugreyin verða bara að fá krabbamein. Það verða algjör overdose af þessum kvennahormónum. Og þetta hefur margvísandi áhrif á frjósemi. Meðal annars þýðir þetta að
bara einfalt atriði að lyktarefni sem karlmenn gefa frá sér öðruvísi. Það kvenhormón sem að karlmaðurinn fer þá að gefa frá sér og þetta virkar eiginlega bara öll svið í þessu að búa til börn dæmi og þeir eru mjög ánægðir með það, þeir vilja ekki að fólk sé eignast börn. Síðan flúor. Flúor eitur og eiturefna úrgangur og það kostar gríðarlegar fjárhæðir að láta eyða flúori. Þannig að þessir vitringar komu með það plan að láta bara liðið í þetta. Þá var þetta sett í tannkrem og þetta komið í barnavörur, þetta komið í drykkjavatnið, blandað í drykkjavatn og flúor hefur þau áhrif að það ræðist á heila, það hefur áhrif á heilastarfsemi og liði og alls konar, bara eins og önnur eiturefni. Já, þannig að bisphenol A eitt af þessum eiturefni sem við þurfum að passa okkur á. Við til dæmis hérna á heimilinu skiptum öllu plastdóti út fyrir gler og hér ekkert plast í gangi og börnin, við skiptum yfir í glerpela fyrir börnin og það var nú léttara, hægara sagt en gert að finna það, við þurfum að panta það sérstaklega frá Þýskalandi og gangi ykkur vel að finna flúorlaust tannkrem. Ef þið vitið einhver góð tips í því, endilega látið þið mig vita. Undanfarið hefur komið aðeins upp á yfirborðið að það alls konar dót í matni sem fólk veit ekkert það nautakjötsbökur sem ekkert nautakjöt í eða bara ekkert kjöt í og það nautakjöt með hrossakjöti í og það veit enginn hvað þeir eru að borða. Og reyndar hef ég ekkert á móti hrossakjöti, ég borðaði hrossakjöti í sveitinni þegar ég var krakki og það mjög gott. Og ég skil ekki að hvað allir fara að fríka út. Ég myndi freka fríka út yfir öllu eitrinu heldur en að það sé þetta kjöt heldur en hitt kjötið. Annað sem hefur ekki komið mikið í fréttunum ennþá, það sag, trésag. Maturinn okkar fullur af trésagi líka. Og trésag hefur engin næringarefni. Það ákveðin fylling náttúrulega og setur kíló á viktina sem þú ert rukkaði fyrir þú kaupið matinn. Og þannig að maturinn sem við erum að borða eiginlega svona hálfgert kýtti. Þetta orðið svona hálfgert kýtti eins og notað til að þétta hús. Og síðan notuð taugalyf, MSN til dæmis ákveðin tegund af taugalyfi. Þannig að þú borðar matinn þá færðu taugaboð í heilanum að þetta sé svaka gott sem þú ert að borða. En þú ert bara að borða kýtti, þú getur bara tekið kýttistúpu og dæmt henni í þig. Síðan hefur verið mikil misvísindi í steinefnum. Það til dæmis, ég hef tekið eftir í fréttum undanfarið að fólk hefur dottið niður bara á besta aldri, verður bara að trimma fólk svona sem í svaka fínu formi og það dettur bara niður dautt á götunni eða bara í sínu daglega lífi. Og þetta svolítið nýtt, fólk ekki alveg átt að sjá því hvað þetta og ég hef heyrt einn læknir sem var dýralæknir fyrst og hann heldur því fram og sem ég tel mjög trúverðugt að þetta sé skortur á steinefnum. Ef við borðum kýtti þá engin steinefni í því og hann talar um að við þurfum mjög mikið af steinefnum. Þetta einhver tugir af steinefni sem við þurfum og steinefni koma úr moldinni. Og kona þessa manns, ég man nú ekki alveg í augnablikinu hvað hann heitir, en hún gerði rannsókn á hvort það var í Perú eða eitthvað á svæði þar sem var nánast engin læknisþjónusta og fólk borðaði bara beint úr garðinum hjá sér og þar lifði fólk mjög lengi og lifði heilbrigt mjög lengi.
við á Vesturlöndum lifum heilbrigt til kannski 60-70 ára, þá fer allt að klikka. Þessi hópur af fólki sem hún rannsakaði lifði heilbrigt til 80-90 þegar ævin var búin. Og eitt af lykilatriðum sem hún tók eftir var að, eins og var gert í gamla daga, þá tók fólk öskuna úr það sem það hitaði húsin með tré eða við og tók síðan öskuna og henti í garðinn þar sem það ræktaði kartöflur eða gulrætur eða hvað það var. Úr öskunni kemur gríðarlega mikið af steinefnum. Og annað sem að núna hefur verið svona hálfgerður vítamínsfasismi í gangi, það er verið að reyna að hefta með alls konar lagasetningum og vesenni að vera að reyna að hefta vítamínflæði til fólks. Og þannig að við þurfum virkilega að passa okkur á því hvað við erum að borða. Síðan ef við komum að erfðabreytingunum, ekki erfðabótunum, erfðabætur er þegar þú velur bestu kindina og besta hrútinn til þess að búa til ný atkvæði. Þetta er náttúrulega þekkt úr hestamennskunni, þar sem að borgar fleiri 100.000 fyrir að fá stóðhesti í heimsókn, 300.000-500.000 eða milljón bara fyrir eina heimsókn frá stóðhesti. Þannig að það er erfðabætur og það er í sjálfu sér ekkert að því. Erfðabreyting er hins vegar allt annað mál. Erfðabreytingar sem verið að stunda í dag eru til dæmis að inn í kornplöntuna eru sett einhver gen og þetta er splæst saman, kannski sett saman korn og konguló eða þetta er splæst saman eða þess að við erum komið það langt í þessari vísindageggjun að við getum látið kornplöntuna eða sojaplöntuna eða hvað hún heitir, við getum látið hana framleiða skordýraeitrið og skordýraeitrið síðan sér að það er engin skordýr sem að trufla vöxt plöntunar. En ég vil helst ekki borða plöntu sem að framleiði sitt eigið skordýraeitur. Og þetta er meðal annars líka ástæðan fyrir að býflugurnar okkar hafa verið í miklu vanda. Munum eftir Albert Einstein sagði að þegar býflugurnar fara að hiksta þá þurfum við að fara að hugsa okkar gang. Og síðan vitum við það úr sögunni, til dæmis Indjánar sem voru mjög nánum tengslum við náttúruna, miklu buffalóveiðimenn og nýttu náttúruna og voru miklu jafnvægi með náttúrunni, að þeir sögðu þegar þú borðar buffalóan þá verður hluti af buffalóanum, eða buffalóin verður hluti af þér. Og þetta þótti fólki náttúrulega alveg fáránlegt, en það er svolítið mikið til í þessu, af því að sko til dæmis boðefnin sem eru þessi erfðaboðefni sem sett í plöntuna til þess að framleiða skordýraeitur. Þessi boðefni, þetta er eins og bara vírus í forriti, fer í líkamann hjá fólki og fer að segja líkamannum að framleiða eitur sjálfur. Þannig að við erum eiginlega sjálf farin að framleiða eitur bara í líkamann. Og allir vísindamenn sem eru á góðum launum hjá stórum fyrirtækjum sem eru að stunda þetta munum alltaf segja að ég sé snældur bilaður að halda þessu fram. En á sama tíma eru þessu risa fyrirtæki að berjast fyrir því að þau þurfa ekki að merkja einu sinni vörurnar sínar að þær séu framleiddar með svona hanky-panky business. Og það hlýtur að vera ómeðmæli, það getur ekki verið meðmæli með vörunni ef þú vilt ekki segja hvernig þú býr hana til. Þannig að allavega á meðan að það er ekki bara 100% öruggt að þessi matur sé ekki sjúkdómsvaldandi, þá vill ég helst ekki borða hann og þetta er væntum ef mér væri sagt frá því hvað ég er að borða. Síðan það þarf nú ekki að rannsaka mikið til þess að finna það út að sömu aðilar, sama elítan,
sem svona safnheiti á þetta, ég ekkert endilega að tala einhverja persónur, þetta bara ákveðið afl sem við erum að glíma við. Og það eru sömu öflin sem eiga matvæla dæmið allt saman og sem eiga síðan lyfjafyrirtækin. Til dæmis lyfjafyrirtæki græðir gríðarlegar upphæðir á hverju krabbameini sem einstaklingar fá. Það eru gríðarlega miklir peningar í sjúkdómum. Þannig að spurðu sjálfa þig og þú átt multimilljón-dollara fyrirtæki sem framleiðir mat og þú getur framleitt hann ódýrt með því að hann veldur sjúkdómum. Þá græðirðu mjög mikið á því að selja þann mat. Þú ert bara að selja kíti, bara alls konar drasl. Og síðan koma sjúkdómanir og þá selurðu lækningu sem eru reyndar eins og þess krabbameinslækningar eru bara eitur og eða viku í kjarnorkuveri sko, onni hjá geislavirkninni. Þannig að það getur nú alltaf verið góð lækning og þá fer maður að horfa líka á þetta markmið þessara sömu aðila og þeir eru meira sem búin að reisa steina minnisvarða sem segir að þeir alltaf taka svona mikið af fólki út. Þá hlýtur maður að fara að spyrja hvernig allir þessir hagsmunir renna saman og að við hljótum að fara að spyrja spurninga það hvað við erum að borða og láta von í okkur og börnin okkar. En þetta ekki allt saman hroði. Við erum þannig að Guði gerð að líkaminn ótrúlega sterkur í að endurbyggja sig. Þannig að leið og við hættum að ég til dæmis byrjaði fyrir svona 2-3 árum þá allt í einu bara opnaðist þetta fyrir mér og við höfum gjörsamlega breytt mataræðinu hérna. Og ef ég drekk í dag 20 centilítra af aspartin drink þá bara fæ ég svima. Ég finn það bara meðan ég er að borða vöruna að það er ógeð í henni. Og vatn er náttúrulega mjög mikilvægt. Við sjóðum allt vatn hérna og ég er að fara að búa til smá græju þannig að ég geti látið gufað upp, að drekka gufuna, þá situr allt ógeðið eftir í pottinum. Og þannig að það er mikilvægt að fræðast og vera á varðbergi. Og ég mun örugglega gera þátt fljótlega þessa steina, þessa minnisvarða. Já, og svo vil ég þakka öllum sem hafa stutt mig í þessu. Og hérna niðri er allar upplýsingar sem þarf til þess. Og já, ég vil bara þakka aftur fyrir frábæra viðtökur. Sæla sinni.